veistu það, ég hann hálf smeykur við konuna mína. Nú, okkur. Ég sko, þú veist að við eigum hann 8 börn. Já, ég veit það er ekki alveg dásamlegt. Nei, það er ekki nógu gott. Nú? Nei, ég var frétt þann daginn ég er ófrjór. Það 9. leiðinni. Góðir áhorfendur, Limbakassin. Jæja, þá er það tilbúið. Og svo beygir þér þú lendir. Kannið! Beygir þér þú lendir. Já. Fylgist með hægðamælinum. Kannið! Fylgist með hægðamælinum. Farið það á partíunni hérna. Jæja, stöndu! Það veitur svo kippingstrengjum. Kipping! Ríkisstjórnin hefur lagt fram frumvarp til þess koma í veg fyrir að útlendingar geti keypt jarðir á Íslandi. Ákveðið hefur verið í þessu sambandi að setja upp girðingar til að varna útlendingum aðgang að landinu. Fúlafur veit meira um þessi mál. Fúlafur. Já, þakka þér fyrir, Gummi. Nú við erum stödd hér hjá Fróða Haraldsyni möppudýri, en það var einmitt hann sem átti drjúgan þátt í gerð girðinga frumvarpsins, svokallaða. Segðu mig, Fróði, hvernig á þessi girðingar að vera? Já, sko, það er sem sagt gert ráð fyrir því sem sagt að girða í kringum landið alveg meðfram 200 mílna mörkunum og það er sem sagt verið að setja niður 2000 fetar langi staurar sem sagt svona alveg í kringum landið og rafmagnsgirðing fest á þessa staura sem sagt svona til þess að enginn komist að landinu sem sagt alveg afgirt land. Sem sagt þá rafmagnsgirðingar? Já, sem sagt allan hringinn í kringum landið bara alveg sem sagt. Já, fyrirgefðu, Fróði, en kemst þá nokkur út úr landinu? Nei, það er heldur ekki meiningin að neitt fari út úr landinu vegna þess að sko þegar þessi girðing er komin þá er sem sagt eru bara Íslendingar á Íslandi og útlendingar í útlandum og fiskinn okkar borðum við bara sjálfsess sem sagt innan okkar eigin girðingar. Einnig hefur komið í ljós að frumvarpið sem á að meina útlendingum aðgangalandinu gerir Íslendingum sjálfum mjög erfitt fyrir. Nema að þeir hafi búið í nágrenni jarðarinnar í minnst 5 ár. Við spurðum Halldór Blöndal, landbúnaðarráðherra, hvernig á fólk, til dæmis sem býr í þéttbýli, að kaupa jarðir, til dæmis út á landi? Já, þetta er afskaplega merkilegt mál og sérstaklega góð spurning hjá þér, alveg sérstaklega. Ég skal reyna að svara henni til hins ítrasta. Nú, þetta er þannig að ef fólki í þéttbýli ætlar að kaupa sér jörð, þá verður það helst að búa í útjaðri bæjarins eða borgarinnar og getur þá keypt sér skika við bæjarmörkin eða borgarmörkin. Nú þegar það er búið að búa á þessum skika í hugsanlega 2 ár, þá getur það farið að hugsa til þess að kaupa jörðina sem er hinum megin við girðinguna. Nú þegar það er búið að búa þar í önnur 2 ár, þá getur það keypt jörðina við hliðina. Nú síðan svona koll af kolli þangað til það er búið að fikra sig þess vegna austur á land og jafnvel í Skaftafell sem er mjög vinsælt núna, en það geti nú hugsanlega tekið svona 60 ár ef menn lifa svo lengi. Steingrímur Hermannsson var spurður að því hvað honum fyndist þessa girðingar. Steingrímur. Ég vil á fyrsta lagi fagna því mjög að settar verði girðingar til það afar nauðsynlegt. Og mér heyrast sumar þessum girðingum vera allstrangar. En ég meina rafmagnsgirðingar, Steingrímur? Það er mjög athyglisverð girðing og ég held að hún ætti að halda nokkuð vel og að því leyti fagna ég henni.
Þegar pappar redda vinnu verður fyrst að taka út verkið, semja svo laun við strákin, orlof, rist og sumarfrí. En það næsta sem hann gjörir að skrifa upp á bréfið, þá renna öll ráðherra launin beint í vasa feðganna. Þegar öllu þess lokið á strákurinn nógan pening og hann pappi gamli líka, bara eins og vera ber. Skólaskrifstofan lokuð, sko þeir fóru til útlanda. Svona getur borgað sig að vinna í garðyrkjunni. Ertu búinn að fá útborgað? Já. Hvað fékkstu mikið? Ég 600. 600, ekki meira fyrir heila viku? Nei, ég vann ekkert á laugardaginn. Já. Ég fæ örugglega 700.000 núna fyrir þessa viku. 700.000? Já, svo segir pappi. Vá, og hvað ætlar að gera við alla peningana? Ég ætla að kaupa með bíl. Já, hvernig bíl? Mercedes-Benz. Já. Eru þeir góðir? Ég svo segir pappi. Já. Hvað veist þú mikið útborgað? 30.000. 30.000? Já. Fyrir allan mánuði. Vá, og hvað ætlar að gera við pening? Kaupum við fjallaræðhjól. Það dugar ekki fyrir því. Hvað segir það? Svo segir pappi. Já. Hvað gerir pappi þinn? Hann þingmaður. Þingmaður? Pappi minn sko borgarverkfræðingur. Það? Já. Borgarverkfræðinga betur. Svo segir mamma. Já. Og nú yfir í aðra sálma. Nú hafið þið ungir jafnaðarmenn samþykkt afar róttæka ályktun á ný afstöðnu þingi ykkar. Já. Geturðu skýrt fyrir okkur í hverju þessi ályktun felst? Já. Við viljum bara fá svona bæslega mikið af landslánum og svona, svo að við getum kaupt það sem okkur vantar. Það alveg ægilegt að eiga alltaf fyrir bensín á kakkan og maður er alltaf efni á að taka sér vídeóspólu, kannski bara svona 4 í viku að maður sleppi nefninu. Nú, svo viljum við líka fá almennilega skattalögreglu til að taka skattinn frá þessum aumingjum, vonduköllunum sem alltaf syndla okkur, svo við séum ekki alltaf að borga fyrir aðra og eigum ekki eins og fyrir blandi í póka. Það er alveg ríkalegt. Nú, svo finnst okkur til þess að ríkalegt að þessi strískallar gangi bara lausi út allt og bara pæm og er bara alls þar. Eins og til dæmis Hitler og Göring og hann bara stoppa þessa menn. Já, en Hitler og Göring eru nú löngu horfnir af sjónasviðinu. Aha! Hvenær? Frá ungum og efnilegum jafnaðarmönnum norður yfir heiðar. Bjarni? Óskaplega lítið hefur veist á rjúpu undanfarið og kenna menn því að stofninn sé nánast búin að vera ofveitur og uppétinn. En Grímur Afdal, bóndi í Skagafirði, er með nokkuð byltingarkenndar hugmyndir hvernig bjarga í stofnunum. Grímur, þú vilt friða rjúpuna? Já, og þannig að þau voru búin að friða rjúpuna í nokkur ár, að þá voru náttúrulega miklu meira að éta fyrir fálkan og munum hann þá fjölga mikið á samt erninum og verður þá náttúrulega mjög gengið á gæsastofninn og verðum við þá að friða gæsina hérna líka. Síðan munum við blanda öllum þessum tegundir saman og blanda þeim virkilega saman og þegar þeir eru virkilega búið að blanda þeim vel saman þá væntanlega fer fálkinn að reyna við örnin og örnin þá aftur við gæsina og út af þessu kemur alveg glæný tegund. Glæný tegund alveg afskaplega skemmtileg og mjög eftirsótt víða heim. Og þetta verður náttúrulega mjög fáránlegur fugl, það verður hlegið þessu kvíkind út allan heim og verður mjög eftirsóttur til dæmis í sirkus og tífóli og svoleiðis og við munum græða stórfé á þessu. En við erum náttúrulega að byrja því að friða rjúpuna. Hvers konar fugl er þetta sem kemur út úr þessu heldurðu? Það er svona fálka-arnar rjúpigæs. Fálka-arnar rjúpigæs? Já. Ég skil. En þú fer nú sjálfur upp fjöll og fyrnindi og ert þá með sérþjálfaða veiðihunda með þér? Jú, alveg sérstaklega sérþjálfaða. Viltu pröfa einn? Já, það er afskaplega gaman að fá að prófa einn eða svo. Ekki vera að landa við góða fjallamenn. Viltu að ég býti þig líka eitthvað? Jæja, hann beit mig í... Ég veit það.
Það er ótrúleg og sérkennileg tilfinning að vera staddur upp á heiði með alvöru sérþjálfaðan veiðihund. Og ekki nóg með það, kvikindið er búið að elta mig heiðina þver á endilanga eins og blóðsuga og ég þurfti 5 eða 6 skotháfan til þess að ganga frá kvikindinu. Nú er bagalegt að hafa ekki alvöru sérþjálfaðan leitarhund því ég er týndur og rætt ekki heim. Þetta er Bjarni Kjaftor sem talar týndur ofan að heiði fyrir imban. Hjálp! Jæja, fallið við komin á! Já, allar! Já, ok, stoppa! Er ekki komið kaffi? Jú, kaffi! Já, með brúsa í því! Bakpokanum mínum. Hvað? Ekkert kaffi. Og við gerum stutt auglýsingahlé. Fyrirgefðu Hrafningi hérna, blessuð, þurfum hérna. Eins og vissi þá var ég að gera frétt hérna júlkjaraðiðar í Breiðafirðinum og mér datt nú í huga að þú er svo mikill mathákur Hrafna að þú hefði gaman að smakka hérna kynnkirtlana úr júlkjarunum. Kynnkirtlana? Já, þetta auka rosalega mikið kynorkuna og... Já, ég veit ekki hvort ég þarf á því að halda, ég þenni hvað á Flórída, sko. Já, nei, ég er búinn að taka þá hérna úr júlkjarunu og endilega smakka á þessu. Nú, hvað var að borða þetta bara? Já, ég er búinn að borða heilmikið af þessu. Hvað segirðu? Ég hef nú ekki tök á að prófa neitt í kvöld, sko. Já, svo borðar þetta. Og maður bara... Já. Mikið ofbúrslega þetta gott. Jú. Þetta er bara bestu því smakka lengi. Ég hef ekki fengið svona góða matar því ég kom að Flórída. Ég fæ nú bara að branda undir mig. Hrafningi! Og það er komið að auglýsingu. Í hvert skipti sem þú tekur erlenda vöru fram yfir íslenska, missir fólk vinnuna. Ertu ánægð? Fantur. Þetta er algjörði brjálæðingar, maður. Heldur betur maður. Hörðu, ekki bara láta vaða á þá. Það gera það? Já, endilega. Eina svona? Eina svona, láta vaða bara. Aðstöri, við náðum þeim. Hverjum? Þess að vera að skjóta. Hæ? Í tætlum. Hvað segirðu? Skóta? Nú, áttu að hjálpa með íta bílnum? Hæ? Já, ég skil. Já, við gerum það bara. Ok. Ég er hræddur að þetta fari nú aldrei aftur í gang. Það er hræddur ekki. Hrikaleg skuldastaða fyrirtækja í Bolungarvík hefur orðið til þess að nú skuldar hver fjölskylda 4 milljónir króna. Ég er staddur heima hjá afgerandi meðalfjölskyldu í Bolungarvík. Segðu mér, Hannes Númansson, húsfaðir, er þetta ekki hrikalegt ástand fyrir heimilið? Jú, það er það. Þetta náttúrulega gæti verið betra. Ég skal alveg segja það eins og er. En sko, annars er þetta ekki svona slæmt hjá okkur hjónunum, sko. Nei, en það eru börnin sem koma hvað vest út af þessu, já. Já. Börnin? Já, við hjónin eru náttúrulega búin að gera allar okkar skuldi fyrir löngu en krakka greyin þau sitja nú í súpunni. Já, hvað er til úrbóta? Ég veit það ekki. Við vorum nú svona veltaði fyrir okkur að koma okkur betur fyrir svona, kannski fara til Kanaríu og eitthvað svona. Já, með börnin þá? Nei, þau komast ekki, sko. Þau náttúrulega hafa ekkert efna því. Þau verða bara að bjarga sér. Hvað eru þau gömul? Hvað er þau gömul? 2 og 5? Já, 2 og 5. Og hvað ætlaði bara að skilja þau eftir? Já, sko, þau eru náttúrulega eftir að fara í skóla og læra að lesa og skrifa og svo leiðist þannig að þau geti samið við sína lánadrottna. En svo náttúrulega getur þau komið til okkar í sóluna þegar þau eru orðin skuldlaus. Já, það er nefnilega það. Gómar Agnarsson hjá afgerandi meðalfjölskyldu í Bolungarvík fyrir Imbakassan.
Bindiskylda bankana hefur víðar gert vart við sig en í bankakerfinu. Sjávarútvegun hefur ekki farið varhluta af bindiskyldunni. Jóhann Breiðfjörð togari Axl, þú ert mjög óánægður með bindiskylduna. Já, þetta náttúrulega fullkomlega út í hött að maður sé skyldaður til að vera með bindi í vinnunni. Ha? Já, sérðu, þetta fullkomlega fáránlegt. Þetta þvælist bara fyrir manni þegar maður að vinna. Þetta festist í netunum og í línunni og svo bara fer þetta mann ekki. Nei, það segirðu satt, en hvað til úrbóta? Já, það var náttúrulega strax mikið betra ef að við fengjum bara slaufur, þar myndi þú ekki þvælast fyrir manni. Já, það alveg rétt hjá þér, en öllum úr áhöfninni skylt að ganga með bindi? Já, mér að segja kokkurinn þarf að ganga með bindi. Það að vísu með vængjum. Hvað að segja? Og finnst honum þetta ekki hrikalegt? Já, hún segir nú reyndar að þetta veiti sér öryggis- og hreinlætistilfinningu. Það nefnilega það. Þetta Gómar Ragnarsson niður við höfn fyrir innbakassan. Þú einas var syndin mín, mitt sálarinnar mekka. Sæll ég mig við brjóstin þín og brátt ég fer að drekka. Við niðurskurð og nauð og kvein napurt hér að lafa. Mitt indi allt aðeins eina ölkanu að hafa. Betri en nokkur brennivín birtir myrkri langa. Í skammdegi að skemmta sér fiskrann í kulda og frosti. Bjórinn ætíð bestar ver brest en á með þorsti. Gott kvöld. Niðurskurður í heilbrigðisgeiranum hefur komið afar illa niður á sjálfstæðum stofnunum eins og S.A.V. sem best í börmum við að halda sér á floti. Við segjum hó 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 við Bjórólf Waage, forstöðumann. Velkomin, Bjórólfur. Þakka þér fyrir. Ástandið hrikalegt? Já, þetta rosalegt. Ég skil. Og hvað? Já, við þurfum að loka flestum deildum. Eins og? Já, til dæmis sterku deildunum. Já, vodkahöllinni og konjakstofunni. Það var ok. Já, hanastjelsherbyggjónum og viskihorninu. Það nefnilega það. Sem sagt bara allt lokað. Nei, bjórkjallarinn verður opinn. Segir Bjórólfur Waage, guðsílof. Við segjum skál, 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 góða nótt. Hvernig fannst þér þátturinn? Þátturinn? Já. Það var alveg frábært, maður. Fannst þér ekki? Sérstaklega sér skrýtnum kallarinn í lokin. Já, hvað eru þeir að gera? Ég ekki hugmynd. Heyrðu? Já. Þekkirðu þá? Líkist þér svolítið? Aha. Já. Ég veist annað verið eins og þú. Hörðu, þetta erum við. Er það ekki? Já. Já, frábært.